Herðu, við vorum búin að púsla saman einhvers konar leik hérna gæslefa og hann leit einhvern veginn svona út. Það kom okkur kúlur og þú getur fært henni kall. Og ég held að sem öll samla því að þessi leikur er frekar leðilegur af því að hann er í fyrsta lagi allt of auðveldur. Maður getur meira að meina staðið kjör og ekki haft neinar ágjur af neinu. Það er ekki góð leikur. Þannig að það sem þið gerðuð var að þið komið hérna með hugmyndirinn á Discord hvað var hægt að gera við hennar leik og það komið hérna þó nokkur hugmyndir en segjum nú sem svo að og allt góður gildar hugmyndir en segjum svo að við getum ekki gert allt, við höfum ekki tíma til þess að gera allt af þessu og við þurfum einhvern veginn að forgangsraða þessum hugmyndum og spurningin er hvernig gerum að það og þetta án svo sem ekki bara við tölvuleikir, þetta á bara við fyrirtæki og vöru hönnun í heildsinni hvernig forgangsraðar hlutunum og þið getur meira þess að tengta líka við hvernig þið forgangsraði verkefni sem þið þurfa að gera í skólanum þegar stundum hafið ekki tíma til þess að gera öll verkefni þá þurfa að forgangsraða þannig að hérna eru nokkrar hugmyndir eða allar hugmyndir það var að hafa skjöld þú hafði skjöld utan þig við vildum skipta út kúlunu hann að það væri kannski sverðið eða eitthvað í stæðan fyrir þessar kúlur breytum þessa skotstaði hann að kemur kannski skot kemur beint ofanfrá til dæmis hafa health bar hafa power ups og restarta leikinu og dettur út af og sem líka það að boltan springa ok, þannig að við erum með hérna fullt af hugmyndum og við ætlum hérna í lokin hérna í svo síðastalki að reikna út hvaða þessu hugmyndum við ættum að framkvæma fyrst og hvaða við ættum að bíða með síðast og töluna sem ég setja inn í það er ekkert heilar þetta er bara svona nokk pínubóns út í loftið en það sem við notum hérna til þess að ákveða hvaða hugmyndum framkvæmum að þá fyrsta lagi ætlum við að rita niður hversu mikið tíma það myndi taka að útfæra þessu hugmynd og við setjum hérna vinnu í mínútum og ég setja inn að oftast þess að maður þarf að skrifa ykkur forrita þá tekur það lengri tíma þannig að maður er með að gera skjöld þá þarf maður að gera forrit það 60 mínútur ef maður skipta út kúlu þá er maður bara inn á asset store og finnur eitthvað annað tiltölulega stutt breyta skotstæðin það er enga stund bara að færa til þá skotstæðina restart þetta er 2 línur í kóða mjög stutt en síðan að búa til health bar til dæmis að setja inn power ups eða þá að þessi boltar þeir springa í minni bolta það er svolítið tímafrekt þannig að það telur meira þessi tekur meiri tíma næsti dálkur er mikilvægi það er að segja hversu mikilvæg er þessi hugmynd hversu mikið vægi hefur hún upp á leikin okkar og ég ætla að setja inn einn tölu bara frá 1 upp í 100 sem 1 er bara alls ekki mikilvægt og 100 er mjög mikilvægt og ég ætla að setja hérna við skjöldin ætla að setja bara 30, þetta er ekkert rosalega mikilvægt af því að eins og er að þá leikur nú auðvöldur og skjöldu myndi að gera hann ennþá einfaldari ég ætla að segja að skipt út kúlu hefur vægi svona 40 breytum skotstaða nokkuð mikilvægt þetta var of auðvöld þetta svo að breyta eða fjölga skotstöðum kannski frekar fjölga skotstöðum það er mikið vægi healthbarið set bara 40 þessar tölur eru ekki heilagar power ups set 40 og það og að restarta leiknum þú dettur út við ætla að setja það 100 þetta bara verður að vera ef þú færð það fram af þá átti ekki að þurfa að slökkva leiknum og byrja nú í hann restartar sjálfkrafa þannig ég set mikilvæg það boltar springa set bara 40 og það líka ok þannig að þið sjáu til dæmis hérna að þetta restart þetta er eitthvað sem við munum gera af því að bæði það tekur mjög lítinn tíma og við segjum að það er mjög mikilvægt þannig að þetta er eitthvað sem við munum potið að gera tekur lítinn tíma, vegur mjög mikið þá munum gera það og leiðin til þess að rekna þetta út hérna það er að við gerum hérna bara sama sem tökum vinnuna og deilum með mikilvægi þess nei ég er að ruglast mikilvægi deilt með vinnunni og það fá hérna einhverjar litla tölur og
þá sjáum við hérna að það sem hefur hæsta gildi, það er það sem við byrjum á að gera. Þannig að sjá að í raun og veru að þá hefur þetta hérna hæsta vægið, eða þessi tölu hérna 18, og því að það tekur bara 5 mínútur að framkoma og það vegur 90. Það sem ég var að tala um án restartið, það hefur líka hátt forgangsgildi, það tekur 10 mínútur og vegur 100. Þannig sjáu hérna að hérna get ég forgangsað, ég ætla að byrja að breyta skotstað, það hefur hæsta vægið, síðan ætla ég að fara í restart, gera það, síðan út frá þessu miða við tölunar að þá ætti ég næst að skipta kúlu. Því loknu power-ups, og síðan bara spurningin hversu mikið tíma hefuru til þess að gera verkefnið, eða hversu mikið tíma hefuru til þess að vinna í þessu. Og þið sjáu, þið gerir þetta held ég ómeðvitað þegar þið eru að forgangsaða hvaða verkefnið þið gerið. Þið spyrjið ykkur sjálf hversu mikið tíma tekur mig að skrifa þessa skýrslu eða skrifa þessa ritgerð og hversu mikið vegur þetta verkefnið eitthvað slíkt. Þannig að þið eruð ósjálfrátt að nota þessa hérna aðferð í huganum þegar þið eru að forgangsaða svona verkefnagerð hjá ykkur.